Varðstjóri í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sat heimili fólks, safnaði það persónuupplýsingum og eldi. Fyrir þessa njósnaaðgerð þáði hann greiðslur án vitundar yfirmanna. Hann var leystur undan vinnuskyldu í gær. 3 eru látnir eftir skotárás í Uppsölum í Svíþjóð. Árásarmannsins sem flúði af vettvangi á rafhlaupahjóli enn leitað. Frjálslyndi flokkurinn vann öruggan sigur í þingkosningunum í Kanada í gær og heldur því völdum. Lengi vel stefndi í að flokkurinn myndi tapa illa, en dramatískur viðsnúningur síðustu mánuði fer í sögubækurnar. Nokkur samdráttur hefur verið milli ára í ullarvinnslu þrátt fyrir hækkun á ullarverði til bænda í fyrra. Framleiðslustjóri á Blönduósi segir það skýrasta fækkun í bændastéttinni. Komiði sæl. Varðstjóri í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var í gær leystur undan vinnuskyldu eftir að lögreglustjóri fékk í hendurnar gögn sem sýna hann sitja heimili og vinnustaði fólks, elta það og safnaði það persónuupplýsingum á meðan hann var við skyldustörf. Þetta var liður í háleynilegum njósnaaðgerðum sem lögreglumaðurinn þáði greiðslur fyrir án vitundar yfirmanna sinna. Þá erum við náttúrulega með eitt mótor á því situr leðurklædd lögga sem morgur. Já. Hvað segir þið? Hann er með öryggs, þessi degin löggan í umferðardeildinni er með öryggisfyrirtæki og var í sérsveitum. Já, nýhættu. Þannig að það hætti bara. Þarna má heyra 3 menn undirbúa njósnaaðgerðir haustið 2012 sem fjallað verður í Kveik í kvöld. 2 þeirra eru fyrrverandi lögreglumenn sem stofnuðu fyrirtækið sem ráðið var til verksins. Aðgerðirnar kostuðu 20 milljónir króna. Lögreglumaðurinn sem rætt á upptökunni tók virkan þátt í aðgerðunum á meðan hann var við skyldustörf. Og ég með öryggisfyrirtæki sérum með hans verið að auka sérstaklega öllum hótelunum í bænum og svona, Hótel Nordica á Bleiðu. Já, ok. Og hann er svona að vinna, hann á ekki með vitund yfirmann hans í löggunni, sko. Þannig að hann er alveg solid, sko. Já. Hann er bara. Hlutverk lögreglumannsins var meðal annars að skrásetja ferðir fólks, fylgja því eftir, taka af því myndir og safna það persónuupplýsingum. Vinna hans er í skýrslum sem Kveikur hefur undir höndum, skilgreind sem aðstoð við skikkingu. Þannig það alla daga nema einn, þegar hann líka sagður hafa sinnt uppflettingum í kerfi eins og það orðað. Ekki tilgreint hvaða kerfi flett var upp í. Hann hefur hins vegar líkt og aðrir starfandi lögreglumenn aðgangað upplýsingakerfi lögreglunar, LÖKE, sem hefur að geyma viðkvæmar persónuupplýsingar fólk. Lögreglumaðurinn á að baki áratuga feril, hefur starfað hjá sérsveit ríkislögreglustjóra og síðustu ár sem varðstjóri í umferðardeild lögreglunar. Hann var leystur undan vinnuskyldu í gær eftir að Kveikur leitaði viðbragða frá yfirmönnum hans. Á sama tíma var máli hans vísað til ríkissaksóknara sem mun rannsaka málið og leggja mat á það hvort refsiverða háttsemi hafi verið að ræða. Undir eðlilegum kringumstæðum væri það undir héraðssaksóknara komið að taka ákvörðun hvort ákæra í málinu, en eigendur fyrirtækisins sem fór fyrir aðgerðunum eru báðir fyrrverandi starfsmenn embætti sérstaks saksóknara sem nú embætti héraðssaksóknara. Formaður Landssambands lögreglumanna segir óhjákvæmilegt að mál lögreglumannsins kasti rýrð á stéttina í heild. Hann minnir lögreglumenn á að þeir afsali sér ákveðnum réttindum þegar þeir gangi inn í starfið. Það sem þú segir mér er bara áfall. Ég veit ekkert þetta mál. Þú sagði mér frá þessu bráðan og það bara svakalegt ef lögreglumenn að misnota lögregluvald sitt. Það bara gengur ekki upp. Og þessi aðgerð sem þú ert að lýsa eru þetta bara aðgerðir sem lögregla sjálf þarf að fara fyrir dóm til að fá leyfi fyrir. Þannig ef einhver að stunda hér njósnir, hvort sem það í lögreglubúning eða öðru, þá það bara ólöglegt nema með úrskurði dómara. Lögreglumaðurinn rekur einnig fyrirtæki sem sinnir einkarekinni öryggisþjónustu, meðal annars á hótelum. Til þess einnig vísað við undirbúning njósnaaðgerðanna í upptökum sem Kveikur hefur undir höndum. Þannig að það þarf leyfi til þess að reka alveg klárlega öryggisfyrirtæki. Lögreglumenn mega almennt ekki starfa sem dyraverðir á skemmtistöðum í þannig öryggisstörfum. Þannig að þetta klárlega eitthvað sem þarf leyfi fyrir og ég veit ekki hvort að það leyfi liggur fyrir eða ekki. Hvaða áhrif heldur þetta hafi á traust til lögreglunar? Allt svona hefur áhrif á traust til lögreglunar og bara ef lögreglumenn gera eitthvað sem samrýmist ekki þeirra starfi þá kasta það rýrð á lögreglunni í heild sinni. Margar skyldur sem fylgja yfir lögreglumaður og þú afsala þér vissu réttindum. Þú þarft að
viðhalda í rauninni trúverðuleika og traust til lögreglunar og þú mátt ekki kasta rýrð á stéttina. Nú yfirmenn lögreglunar Halla Bergþóra Björnsdóttir og Ásgeir Þór Ásgeirsson gáfu ekki kost á viðtali þegar eftir því var leitað, né heldur Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri. Lögreglumaðurinn gaf ekki kost á viðtali, hann verður á launaskrá hjá lögreglunni þar til ríkissaksóknari lýkur rannsókn. Þetta þó ekki nema hluti umfjöllunar Kveiks í kvöld þar sem fjalla verður umfangsmiklar njósnir og eftirlit með nafntoguðum Íslendingum að undirlagi eins auðugasta manns landsins. 3 voru drepnir í skotárás í miðborg Uppsala í Svíþjóð í dag. Þetta er önnur skotárás ársins í borginni. Árásarmaðurinn komst undan og er nú leitað. Lögreglan var kölluð að Vaksalatorgi í miðborg Uppsala 5-leytið að staðartíma. Skothríð hafði þá heyrst frá hárgreiðslustofu við torgið. Lögreglan hefur greint frá því að 3 hafi látist í árásinni og fleiri særst. Ekki er gefið upp hversu margir eða hversu alvarlega þeir eru særðir. Vitni segjast hafa heyrt minst 7 skothvelli. Det var rätt så livat på innergården där också, för det är ju dagen före valborg, så att ungdomar skrålade och höll på där, så att jag tänkte inte så mycket på att det var lite fest. Skot- og sprengjuárásir hafa verið tíðar í Svíþjóð. Þetta er önnur skotárásin í Uppsölum á þessu ári og vitað er að glæpagengi hafa verið þar med starfsemi. Nej, jag tänker inte så mycket om det. Vi lever ju i en stor stad och sånt händer kanske. Det är vad man hör om i tidningar och sånt, men personligen känner jag mig inte bekymrad. Árásarmaðurinn komst undan á rafmagnshlaupahjóli en lögreglan veit ekki hvort hann hafi verið einn að verki. Hans er nú ákaft leitað, meðal annars með þyrlu og drónum og vegartálmar hafa verið settir upp. Enginn hefur enn verið handtekinn. Íslendingur sem býr í Uppsölum horfir á Vaksalatorgið út gluggann. Hann var heima að elda kvöldmat þegar árásin var gerð. Maður sér auðvitað svolítið á lögreglum hérna á sveimi og svona bæði á hjólum og bílum og að það er eitthvað viðbúnaður, en það hefur nú róast frá því sem var hérna þegar þetta gerðist. Þú sjálfur, varst þú bara heima þegar þetta gerðist? Ég var bara hérna heima að elda mér kvöldmat fyrir okkur og við urðum ekki vör við hvellina sjálf eða neitt svoleiðis, ekki fyrir en við heyrðum náttúrulega mikið sírunu væl og svo fóru þyrlur að fljúga hérna yfir og og þá svona fóru okkur að gruna eitthvað hefði gerst, en við urðum ekki vitni að neinum voðaverkum sjálf, sko. En það stendur mikið til í borginni núna í dag, er það ekki? Jú, núna á morgun er Valborg hátíðin hérna í Uppsala og sem að Svíar fagna vel og sérstaklega hérna í Uppsala, mikið af fólki utandyra og veðri gott og sérstaklega stúdentar sem að halda þessa hátíðlega og þannig að það stefnir í mikið líf í borginni næstu daga, þannig að ég get trúa því að það sitji óhuga nokkrum sem að vita fólkinu sinni hér að fagna þetta. En er ekki vita hvað olli víðtæku rafmagnsleysi í Portúgal og á Spáni í gær. Rafmagn er smám saman að komast á aftur en áhrifuna gætir enn einkum í lestarsamgöngum. Lestarstöðvar eru ýmist tómar eða troðfullar af fólki sem bíður eftir sinni lest. Lögregla og herinn hafa mætt með mat til þeirra sem bíða. Neyðarástand verður áfram við lýði á Spáni til að tryggja almenningi aðgengi að nauðsynjum. Spænsk yfirvöld og Orkustofnun ESB rannsaka orsökina. Afkoma Icelandair og Play batnar á milli ára en félögin töpuðu samanlagt 9 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi. Þetta er öllum minna tap en í fyrra en rekstur flugfélaga er alla jafna lakastur á þessum tíma ársins. Íslensku flugfélögin birtu uppgjör sín fyrir fyrstu 4 mánuði ársins eftir lokun markaði í dag. Icelandair tapaði 5,6 milljörðum króna á gengi dagsins sem er mun betri niðurstaða en á sama tíma og í fyrra en rúmum 2 milljörðum munar. Play tapaði því sem nemur 3,4 milljörðum króna sem er einnig minna en í fyrra. Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, kveðst ánægður með niðurstöðuna og segir í tilkynningu að áherslur á sólarlandaflug séu að skila sér. Og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er í höfuðstöðvum Icelandair í Hafnarfirði. Já, Eva Björk, hvernig lítur framhaldið nú út? Já, en svo fórsti við að batnar afkoma beggja félaga en það er mikil óvissa á alþjóða sviðinu. Sér í lagi kannski vegna tollastefnu Trumps. En hérna hjá mér er Bogi Nils, forstjóri Icelandair. Já, Bogi, bara hvernig horfir þetta við þér? Bara svona ágætlega uppgjörið sem við vorum að birta. Við erum að sjá rekstrarbata í öllum okkar einingum á milli ára sem er mjög jákvætt og salan á
á fyrsta ársfjórðungi fyrir HN hefur gengið mjög vel eins og sést á fjárhagsstöðunni. Lausafjárstaða félagsins er aldrei verið jafn sterk í sögunni í lok fyrsta ársfjórðungs. Þannig að við erum brött fyrir sumarið en síðan er svona meiri óvissa inn á haust og vetur og það er bara þannig að óvissa í heimsmálum hefur alltaf áhrif á eftirspurn og bókanir ferðamanna og það getur svo breyst hratt aftur ef að línur fara að skýrast. En eins og þegar tollastefna Trump hefur verið mikið í umræðunni, bara hvernig horfir það við þér? Heldur að fólk sé að veigra sér við að fara þangað sérstaklega? Við erum ekki að sjá það í bókunum okkar hvað varðar Íslendinga til Bandaríkjanna. Bókunarstaðan þar er sterk og salan gengur vel fyrir sumarið Íslendinga til Bandaríkjanna. Við erum að bjóða núna í fyrsta sinn í langa tíma Orlando í sumarið og við sjáum miklu eftirspurn þar. Við erum með Nashville sem nýjan áfangastað, frábær áfangastað sem er skemmtilegt að heimsækja. Þannig að heilt yfir gengur salan fyrir sumarið vel í báðar áttir. Má reikna með að áhrifin af Trump séu hreinlega ekki komið fram? Já, eins og ég nefndi þá erum við að sjá að salan inn á haustið og veturinn er hægari núna heldur en á sama tíma í fyrra. Og það er út af þessari óvissu sem er í heimsmálunum. Og það er einhvern veginn alltaf þannig þegar það er óvissa heimsmálum þá hefur það áhrif á lengri tíma bókanir og eins og ég nefndi það getur breyst svo hratt aftur. Takk fyrir það Bogi og við kveðjum hérna úr höfuðstöðum Icelandair. Takk fyrir það Eva Björk og Bogi Níls og við förum til Kanada. Frjálslyndi flokkurinn í Kanada vann öruggan sigur í þingkosningunum þar í landi í gær. Lengi vel var útlit fyrir að flokkurinn gildi afhroð en endurkoma flokksins fer án efa beint í sögubækurnar. Aðeins örfáir mánuðir eru síðan það stemdi í burst hjá öðrum stóru flokkana tveggja í kanadískum stjórnmálum, Íhaldsflokknum. En allt kom þó fyrir ekki. Frjálslyndi flokkurinn sem hefur verið við stjórnvölinn í áratug, lengst af með Justin Trudeau í brúnni, heldur völdum. Enn hafa ekki öll atkvæði verið talin en staðan var svona rétt fyrir fréttir. Frjálslyndi flokkurinn fær 168 þingsæti en Íhaldsflokkurinn 144. Leiðtogi íhaldsmanna og forsætisráðherraefni þeirra missir líklega sitt sæti. Niðurstöðurnar þykja sögulegar. Algjörlega, ég meina þetta bara fyrir 3 mánuðum síðan að Íhaldsflokkin var með það bil 25% forskot. Núna er búin að tapa kosningar, en samt tapa kosningar með það bil 42% atkvæðum. Þá þetta er líka í fyrsta skipti nær 100 ár sem 2 stærstu flokkin er búin að ná yfir 40% af atkvæðum. Þá þetta er bara sögulegt að mörgum hátt. Afsögn Trudeaus í janúar og embættistaka Trumps skömmu síðar er sögð hafa orsakað þennan dramatíska viðsnúning. Kosningarnar snerust að mörgu leyti hvaða frambjóðandi gæti staðið í hárinu á Trump. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. Elísa segir yfirlýsingar Trumps yfirráð yfir Kanada fara mjög öfugt ofan í landsmenn. Þótt 2 stórir flokkar hafi bitist náð kjósenda, hafi Kanadamenn þó sameinast gegn Trump. En ég held að sé langt flestir sem finnst að þetta sé alveg bara, ef ég má vera svona óformlegt, bara ruglhuminn og dónaleg og Í dag er 100. dagur Donalds Trump í embætti Bandaríkjaforseta á hans síðara kjörtímabili. Samkvæmt nýlegum mælingum Gallup segist 44% Bandaríkjamanna styðja Trump. Venjan eftir seinna stríð hefur verið að Bandaríkjaforsetar njóti yfir 50% stuðnings eftir 100 daga í embætti. John F. Kennedy naut mjög mikil stuðnings, hann og Dwight Eisenhower eru í sérsflokki. Donald Trump er eini forsetinn á síðustu 80 árum sem hefur mælst með minna en 50% stuðning eftir 100 daga. En samkvæmt mælingum Gallup stendur hann sig þó betur en á fyrra kjörtímabilinu þegar stuðningur við hann mældist 41%. En við skulum rifja upp það helsta. The golden age of America begins right now. Don't believe me, just watch. Air Force One is currently in international waters, for the first time in history, flying over the recently renamed Gulf of America. If American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. Hey, oh! Stop. Wait a minute. I love Tesla. Which one did you buy? Yeah. In a few moments, I will sign an executive order to begin eliminating the Federal Department of Education. Are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. You're gambling with World War III. The U.S. will take over the Gaza Strip
and we will do a job with it too. The word tariff is a very misunderstood word. It's one of the most beautiful words in the dictionary. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. So I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. We need Greenland, very importantly, for international security. My administration will be reclaiming the Panama Canal. I love the people of Canada. We have a great relationship. But if they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Þetta var náttúrulega aldeilis yfirferð, 100 dagar liðnir. Hvað hefur þér þótt vera markverðast? Þetta kannski bara allt þetta tímabil, þessi órói, ófyrirsjáanleiki kannski það sem að stendur upp úr, að það og það virðist einhverju leyti vera markmiðið að svona hrista upp í og láta fólk vera að giska hvað komi næst. En auðvitað mjög merkilegt að horfa á 80 árum eftir að síðari heimsstyrjöldin lýkur, Bandaríkin móta nútíma heimsmyndina eftir sínu höfði, að það sé núna Bandaríkin sem að reyna að kippa stóðanum undan henni. En nú talar Trump mjög mikið yfirtöku, það Grænland, það Panama, það Kanada. Það ennþá það 4 ár eftir að þessu kjörtímabili. Hversu mikil alvara honum og getur þetta gerst? Það var einmitt að koma könnun í dag, sá ég, þar sem að fólk virðist telja honum sé alvara með það sem það ósammála, en ekki með það sem það sammála. Og aftur, ég held þetta sé svolítið að hugmyndin hjá honum bara að láta okkur vera að giska, en það sem við höfum svolítið sagt og var svolítið sagt líka fyrir valdatímabili hans, við þurfum að taka þetta alvarlega en kannski ekki nákvæmlega bókstaflega. En það þarna undirliggjandi vilji til þess að taka stjórn á landsvæðum sem að hann telur að hafi áhrif á öryggi og viðskiptastöðu Bandaríkjanna. Og eins og Panama, þá það að Kína hafi aðgang að mörkuðum sem að hann telur Bandaríkin að geta stýrt og stjórnað, og með Grænland að það svona einhvers konar brjóstvörn gagnvart mögulegum þá árásum eða aðgerðum Kína sem að væri þó að koma fram hjá Rússlandi. En nú mjög mikið fjallað utanríkisstefnu Trumps. Hver eru áhrifin innanlands á þær stofnanir og það regluverk sem þar Já, það auðvitað verið að brjóta upp óbúslega mikið af stofnunum innanlands. Það óstöðuleiki það verið að tengja saman til dæmis upplýsingar búseturétt og skattskil. Það hefur alltaf verið aðskilið, þannig að það segja að fólk sem óskráðir innflytjendur, það hefur stendur skil á sínum sköttum, það ekki að brjóta aðra reglur. Núna verið að heimila tengingar þarna á milli, það verið að fara inn í stofnanir og taka út gögn sem að hinga til hafi ekki verið aðgengileg stjórnvöldum sem hafi ekki beinlínis með það að gera. Þannig að þetta svona, þetta öðruvísi nálganir og svona réttaríki kannski undir einhverju leyti. Sjáum þá hvað næstu dagar bera í skauti sér. Silja Bára Ómarsdóttir, takk fyrir að koma. Takk. Þrátt fyrir ríflega hækkun á ullarverði í fyrra dregst ullarframleiðsla saman milli ára. Framleiðslustjóri á Blönduósi segir það skýrast af fækkun í bændastéttinni. Lopapeysan sé samt ekki á útleið. Þrátt fyrir að ullarverð hafi hækkað töluvert í fyrra, hefur það haft takmörkuð áhrif í ullarfótastöðinni á Blönduósi. Töluverð hækkun var á ullarverði til bænda á síðasta ári, svo mesta í rúman áratug eða 48% fyrir alla vinnsluhæfa flokka. En þrátt fyrir hækkunina hefur ullavinnsla dregist saman milli ára. Með fækkun fjár í landinu þá dregst saman ullarmagni sem kemur hér í þvottastöðina til okkar. Svona 4–5% minnkun hefur verið undanfarin ár. Ragnar segir samdráttinn aðeins hafa haft áhrif á vinnsluna frá því þegar mest var. Starfsmönnum hafi ekki fækkað en vaktir hafi verið styttar úr 10 tímum í 8. Þessa vertíð erum við að taka á móti svona 620–30 tonnum sem töluverð minnkun úr þegar það var í kringum 1100 tonn 2013-14 þegar mest var. Hann segir mikilvægt að bændur hugi vel að umgengni við ullina. Mikilvægt sé að ná að rýja kindurnar sem fyrst svo ullin nýtist sem best. Þegar leiðum kemur inn, ekki missa hann í að verða óhreina, þá getum við nýtt hana í betri flokka. En þrátt fyrir samdráttin enga svartsýni að heyra á Ragnari. Heldur það gæti gerst að íslenska lopapeysan bara yrði ófáanleg?
Nei, ég held að sé langt í það en já, við þurfum að fara betur með ullina þegar fénu fækkar, þannig að við nýtum hráefni betur heldur en kannski gerum í dag. Og Guðrún Sóley, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða óöld í leigubílamálum og frumvarp sem að þingið samþykkti að leggja fram í dag sem kveður á að hertari reglur verið teknar þar upp á ný. Og það eru þingmennir María Rut Kristinsdóttir og Þorsteinn B. Sæmundsson sem ætla að ræða það mál og ekki síður hita umræðurnar sem sprottið hafa upp í kjölfarið. Svo ætla að ræða við nýkjörinn formann Landssambands eldri borgara og við ætlum líka að rýna í það hversuna flugfreyjustarfið nýtur einhvern veginn ævarandi vinsælda ár eftir ár hér á landi. Spennandi. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley. Og þá það veðrið. Skil munu ganga norðaustur yfir landi þegar líður á nóttina og morgunin með rigningu sunnan á vestanlands en norðan og austan til verður að mestu þurrt. Og þá má reikna með alltaf 15 stiga hita norðaustanlands á morgun, líkt og í dag. Allt stefnir í að baráttudagur verkalýðsins verði fremur þurr og því ágætur til fundarhalds utandyra. En það verður nánar fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Haukar og Fram eigast við í þessum töluðu orðum í undanúrslitum úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í handbolta. Haukar geta komist í góða stöðu með sigri. Síðustu 2 leikir þriðju umferðar bestu deildar kvenna í fótbolta eru sömuleiðis í gangi. Íslandsmeistararnir taka á móti nýliðum. Og við heyrum í næsta frambjóðanda til forseta ISÍ. Ég tel allavega frekar að það sé manneskja innan hreyfingarnar sem að ætti að stýra þessu. Íþróttir eftir andartak. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Varðstjóri í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sat heimili fólks, safnaði persónuupplýsingum og eldi. Fyrir þessar njósnaaðgerðir þáði hann greiðslur án vitundar yfirmanna. Hann var leystur undan vinnuskyldu í gær. 3 eru látnir eftir skotárás í Uppsölum í Svíþjóð. Árásarmannsins sem flúði af vettvangi á rafhlaupahjóli enn leitað. Frjálslyndi flokkurinn vann öruggan sigur í þingkosningunum í Kanada í gær og heldur því völdum. Lengi vel stefndi í að flokkurinn myndi tapa illa en dramatískur viðsnúningur síðustu mánuði fer í sögurbækurnar. Nokkur samdráttur hefur verið milli ára í ullarvinnslu þrátt fyrir hækkun á ullarverði til bænda í fyrra. Framleiðslustjóri á Blönduósi segir það skýrasta fækkun í bændastétt. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi og svo Kveikur á dagskrá klukkan 20:05. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Kveikur, fréttaskýringaþáttur þar sem áhersla er lögð á rannsóknarblaðamennsku